Þetta svona einhver skilgreining á því að fólk notar upplýsinga og samskipta tækni til þess að ráðast á einstaklingin. Því að einelti náttúrulega ekkert annað en bara form af ofbeldi. Fyrir ekkert svo löngu síðan að þá hef mér tæðið samband við mig ung kona sem er í námi og orðin á 30-aldri og hún sem sagt að spyrja hvort að það sé einhver séns að við getum látið eyða út ljósmyndum af henni sem hafi í raun og veru verið dreifingu á netinu síðan hún var 16 ára. Þannig að við erum farin að sjá þarna 10-12 ára gamlar myndir sem voru sendar akkurat í fullum trúnaði á milli einstaklinga fyrir 10-12 jafnvel árum síðan, jafnvel lengra, sem eru ennþá að birtast aftur og aftur og aftur og aftur. Spurningin felst í því hvort að það sé refsivert að eiga nektarmynd til dæmis sem manni hafi verið send. Já, það getur verið ólöglegt, sérstaklega ef til dæmis börn er að ræða. Þá er dreifing og varsla á slíku efni ólögleg. Það er nokkuð ljóst. En síðan auðvitað kannski skiptist þarna í tvennt að í fyrsta lagi þá er það að einstaklingur sem sendir slíka mynd, hann þarf að gera sig grein fyrir því að með því að senda myndina að þá er hún stafræn og þar af leiðandi getur hún verið fjölfölduð og dreifð áfram í raun og veru nánast út í hið óendanlega. Þegar þú ert með neteinelti sem slíkt, þá er oft brotið á æru manns, það er oft orð notuð sem eru ósönn eða það er raunverulega niðurlægið einhvern hátt. Þá ertu annars vegar með mögulega hegningarlega brot eða þá að sá aðili sem verður fyrir þessu vill láta dæma orðin dauð og ómerk. Og þá kemur að þú sem verður fyrir eineltinu, þú þarft að fyrsta við gögnin, halda þeim til haga og sönnunarbyrðin er á þér að sýna fram á hvað var gert á þinn hlut. En á samanskapi þá er það sá sem leggur í einelti, hann er þá á höfu sér miska, þau að greiða miskabætur. Og ef þetta er vegið á æru manns með þessu einelti, að þá er þetta hegningarlega brot, sem er mjög alvarlegt. Börn sem hafa annað lagt einelti eða verið lögeinelti fyrir 8 ára aldur, það skýrir 28% af geðrænum sjúkdómum og kvillum 10-15 árum síðar. Þannig að þetta hefur mjög slæmar og alvarlegar afleiðingar. Ef þú ert lagður eða lögð í einelti, þá er mjög mikilvægt að það séu 3 hlutir sem þú hefur algjörlega í huga. Það er númer 1, þetta er ekki þér að kenna. Númer 2, þetta er ekki 1 eða 1. Og númer 3, það er að gera fullt í þessu. Alltaf númer 1, 2, 3, 4, 5 myndi ég segja alltaf segja frá, halda þessu ekki fyrir sjálfur sér af því að þá myndi það byrja að setjast í þig bara fyrst þá og þá myndi byrja að trúa öllu sem þú heyrir og bara byrja að brjóta sjálfa þig niður raun og veru. Þannig að bara alltaf að reyna að koma sig út úr þessu og bara byggja traustan vegg í kringum sig og umkringja sig fólki sem hefur góð áhrif, að halda þessu ekki fyrir sjálfur sér og hugsa ekki að þetta sé alltaf lægi og geti þetta bara sjálfur. Það er að versta sem hægt að gera. Maður hefur alltaf val það, hvort maður bara láta þetta brjóta sig eða byggja sig upp. Og ég hef bara látið þetta byggja mig upp, þannig að ég er bara miklu sterkari fyrir vikið.